Katrín Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Takk, kæru vinir. Ég í nefnda sem búin að vera að fjalla þessi mál og þetta er bara ótrúlega gagnlegt fyrst mér þessi fundur einna saman öll rosalega gagnleg vegna þess að þetta flókið mál og það sem að ég hef svona hálfgerða möntru sem bara þessi við erum ekki að fara að aðskilja ríki og kirkju, þetta ekki okkar verkahringur, við erum bara að búa til tillögu nýrri stjórnarskrá. En ég sé það að strax bara hér í dag fer umræðan efnislega snúast aðskilnað ríkis og kirkju og það vandamál sem einhvern veginn við verðum að geta horfst í augu við eins og Ómar segir og bara sæst á að það muni gerast, þessi umræða mun einhvern veginn koma upp en hvernig getum við komið þessu verkefni frá okkur þannig að við séum ekki að gera það aðalatrið, það stóra verkefni og þess vegna myndi ég útnefna Pavel sem mann dagsins í dag vegna þess að hann að koma með tillögu sem reynir að finna einhverja leið. Þú veist, ég efnislega alveg sammála honum, ég finnst ekki að það eigi að kveða á eitt trúfélag öðru fremur, en víst að staðreyndin svo að á Íslandi þessi gífurlega óþroskaða umræða, þar sem þessi umræða hefur bara ekki verið tekin á neinu plani sem hægt að kalla rökrétt, það hefur bara verið svona hróp í sitt hver áttina og erindin okkar sýna það vissulega, að þetta bara, og þessi breiða miðja sem Pavel að tala held ég sé alveg sönn, ég held að mjög margir vilja ekki að eitt trúfélag sem tekið fram yfir önnur en það líka út af því að það hefur ákveðið óréttlæti verið hvað var allir fjárútlát og annað og það held ég að sé hluti af því að umræðan hefur orðið hatramar og hún hefði nokkur sinni þurft að verða og við byggjum auðvitað á þessum arfi og svo framvegis. En það sem ég langaði til þess að gera var að benda á það að ef við færum einhverja leið bara svona bókstaflega eins og Pavel hefur komið með tillögu að og Andrés líka þá erum við að bjóða upp á það verði dauður bókstafur í okkar stjórnarskrá til framtíðar og mér langar það ekki. Af því þú veist, ef það væri síðan breytt í lögum, eins og við þeirra stingu upp á, þá myndi ennþá standa í stjórnarskrá í lögum á kveða á starfshætti hinna lútersk evangelískri kirkju, þó að þrátt fyrir kannski verið löngu búið ákveðum aðskilnað eða eitthvað slíkt og það væri bara önnur myndi upp á teningnum. Og þegar við erum búið til stjórnarskrá þá verðum við að hugsa þessi stjórnarskrá endist í 50 ár án þess að hún þurfi að vera uppfærð. Það þarf að vera hugsunin. Þó að kannski takist ekki alltaf að ganga alla leið. Þannig að við þurfum að vera meðvituð það að nefnd sé á eftir að koma með einhvers konar tillögur að hvernig þjóðin geti fengið atkvæðisrétt ákveðin mál en ég hefa tilfinningur að það verði ekki stjórnarskrárvarin málefni en það kannski bara mín grunntilfinning og kannski hún röng. Þess vegna ég á sömu, niðurstaðin mín sömu línum og kannski Andrés og Lýður og það að blanda saman tillögu Eiríks og Pavels og segja eitthvað eins og í lögum og kveða á kirkjuskipan ríkisins, punktur. Þetta algilt og þetta endist og þetta gefur löggjafanum valdi við að ákveða þessi mál, þetta kallar á þann möguleika að það verði raunhæf almenn þroskuð umræða það hvort skilja á ríki og kirkju ef að það vilji Alþingis og þjóðarinnar og tekur okkur svolítið út fyrir sviga. Þannig að þetta verði mín til og ég þakka enn og aftur bara þessar flottu hugmyndir og þessa fallegu umræðu sem hér Takk.